Verið velkomin í Kaffikrókinn, hlaðvarpsþátt félags atvinnurekenda. Ég heiti Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri EFA og ræði þessa dagana við oddvita frambúðana til borgarstjórnarkosninganna 14. maí stefnu flokkana þeirra og hagsmunamál atvinnulífsins og fyrirtækjanna í borginni. Og í dag komin sjálfur borgarstjórinn og oddviti Samfylkingarinnar, Dagur B. Eggertsson. Vertu velkomin. Takk fyrir kærlega. Kosta hjólinu? Nei, það metanbílinn. Jæja, ok. Það næst besti kostur. Já, nákvæmlega. Þú ert búinn að vera borgarstjóri í borgarstjórn í 20 ár. Borgarstjóri í 8 ár pluss einhverja mánuði þannig 2007 og 2008. Já, 100 dagarsbretturinn, já. Já. Og nú ertu að gefa kostaður í 7. skipti. Já, allavega gefa kost á 3. kjörtímabilinu sem borgarstjóri. Já. Hvað finnst þér að eiga ógert? Sko, mér finnst alveg ótvírætt að Reykjavík sé á réttri leið. Það sem að réði því svona málefnalega að ég ákvað að taka slaginn að við erum komin á fremsta hlunn með að hrinda í framkvæmd mjög stórum málum sem hafa verið fyrsta lagi tók langan tíma að ná samstöðum, svona þverpólitísku á höfuðborgarsvæðinu og við ríkisstjórnina eins og í samgöngumálunum og þessum stóru innviðaframkvæmdum. Við erum búin að þróa aðferðafræði í húsnæðismálunum og til dæmis ef við tökum borgarlínu, Miklabraut í Stokk, þessar svona stóru innviðaframkvæmdir, þá þetta allt eitthvað sem að fer í gang á næsta kjörtímabili og ég eftir að hafa heyrt í mig mörgum bara afréð það að gefa kost á þessu kjörtímabili til þess einhvern veginn að klára þessa hluti. Út af fyrir sig eru verkefni í borg alltaf endalaus í sjálfu sér en það var eitthvað sem sagði við mig að sko til þess að ná svona mikilli umbreytingu þá þarf bæði úthald og seglu og skýra framtíðarsýn og ég fæddist ekki með hana, ég kom ekki einu sinni með hana inn í borgarmálinn þegar ég byrjaði en hún hefur mótast í gegnum bara reynslu og það að rýna ýmsa hluti og þannig að ég ákvað að taka slaginn en núna þetta bara í höndum borgarbúa en ég held að séu býsna margir sem að kannski kveikja á því að það bara leggja svo rosalega mikinn grunn svo víða og tryggja fjármögnun og svo framvegis að sko uppbeygjur á þessum tímapunkti gæti þýtt bara svolítið stóra stoppa því að þú þyrftir að finna þá einhverja aðra stefnu og einhverja aðra sýn og láta hana ganga upp gagnvart þeim ótal mörgur hlutum sem þurfa að ganga upp til þess að vel fari. Tölum kannski skipulags- og húsnæðismálin aðeins á eftir en við erum hérna til að tala kannski fyrst og fremst stefnu borgarinnar gagnvart fyrirtækjunum, gagnvart atvinnulífinu. Starfshópur sem bjó til nýja atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar sem kom út bara núna daginn. Komst að þeirri niðurstöðu að það ríkti vantraust og tortryggni milli atvinnulífsins og borgarinnar. Af hverju heldur að sú staða hafi skapast? Já, þessi stefnumörkun byggði meðal annars á hlustun og þetta einfaldlega eitt af því sem kom fram og ég held að það sé kannski að hluta til út af ákveðnum átökum sem að hafa verið varðandi meðal annars stefnun í skipulagsmálum. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel að samfæra til dæmis samtöku iðnaðarins það að það verða að vera samhengi milli þess sem að fyrirtækin, atvinnulífið og samtöku iðnaðarins að segja í loftslagsmálum og þeirri stefnu sem rekin í skipulagsmálum. Hvernig borgin þróast hefur alveg gríðarlega mikið það að segja sko, hvort að fólk þurfa að ferðast langan veg til vinnu til dæmis, hvort að hvað við eyðum mikið af orku í okkar daglega lífi og fyrirtækin líka. Þannig að þessi niðurstaða sagði mér að þarna þurfum við bara meira og dýpra samtal því að ég held að allavega á góðum degi þá séum við að stefna í sömu átt en þegar ég heyri ákall sko brjóta nýtt land í útjaðri höfuðborgarsvæðisins þá þýðir það í mínum bókum meiri tafatími í umferðinni, hægari húsnæðisuppbygging, dýrari innviði en ég átta mig á því að allavega í hluta samtaka atvinnulífsins og hluta fyrirtækjanna sem í borginni að
hljómar þetta sem einfaldar að byggja fljótari inn, fljótari út næsta mál sko. Og mín reynsla svo að þegar fólk sest niður og tala saman að þá skapar það traust í sjálfu sér og þess vegna höfum við unnið alla þessa stefnumörkun í miklu samtali en hluti af því að það samtal sé heiðarlegt að setja svona fram það hrukku nokkru við ekki svolítið óvenjulegt að borgin seti það fram að við heyrum það einhverju treyst okkur ekki en það svona bara viðurkenna eitthvað vandamál til þess þá geta brugðist við því. Svona það sem ég heyri sko í félaginu okkar, félagi atvinnurekenda sem nú kannski fyrst og fremst félag minni og meðalstóra, oft fjölskyldufyrirtækja, mörg eiga sér áratuga og kannski á annar aldar sögu inn í borginni. Þá snýst þetta kannski líka að einhverju leyti sko þjónustuna. Og það stendur nú í þessari fínu stefnu sem kom daginn að þjónusta borgarinnar eigi að vera auðskilin, skilvirk, stafræn og fyrirsjáanleg. Og þetta mörguleyti kannski andhverfan við það hvernig mörg fyrirtæki upplifa þetta. Þeim finnst þjónustan til að byggingafulltrúa vegna leyfisveitinga eða eitthvað slíkt vera sko hæg, flókin, óskilvirk. Það þarf ennþá að keyra á milli staða og fylla út einhver eyðublöð og pappír. Í staðinn fyrir að nota stafrænu lausnirnar, það liggur oftast ekki fyrir hvað málið taka langan tíma. Ég tek stundum dæmi af aðildarfyrirtæki þurfti að færa þvottavél, stóra þvottavél á milli hæða. Það tók 7 mánuði og framkvæmdastjórinn þurfti að keyra sko á 300 kílómetra til að safna uppáskriftum iðnmeistara á einhverjar teikningar. Og það þurfti að sko borga einhver gjöld samdægurs til að fá fund með borgarstarfsmönnum, það þurfti að mæta á svæðið til að fylla út eyðublöðin. Ekki hægt að gera þetta betur? Algjörlega og tvímælalaust. Og við erum í heilmikilli stafrænni umbreytingu sem að meðal annars tekur á þessu og þetta eitt af verkefni þessa árs reyndar það sem lítur að skipulags- og byggingamálum og stafræna hlutanum af því. Sko hin hliðin á þessu að regluverki eins og það kemur úr reglugerðum og frá ríkinu býsna marglaga og margþætt og skilgreinir hlutverk fjölda embætta. Jafnvel í tengslum við eina og sömu leyfisveitinguna eða þú ert að opna veitingastað til dæmis og dæmi sem oft tekið að þú þarftu sko 27 mismunandi pappíra og leyfi frá mjög mismunandi aðilum á endanum eða sýslumaður sem gefur út leyfið en borgin hefur verið að reyna að samhafa þetta og reyna að einfalda þetta einhverju leyti en þetta í grunninn flókið og sem merkilegt vegna þess að það hefur ekkert vantað svona einhverja opinberar yfirlýsingar að það einfalda regluverkið og hitt og þetta hefur verið gert í því en enga síður þetta svona og þannig að við erum eiginlega komin á það að við þurfum þá bara að leysa það rafrænt okkar megin við ætlum að bíða eftir breytingu á öllum þessum reglugerðum að þá gæti það tekið mjög langan tíma því að ríkisins megin eru líka ýmis síló og vísa því þú veist að þetta sé nú að innleiða þessar Evrópureglur eða þetta sé nú þetta og það sé nú reynsluvísindi sem segir þetta og svo framvegis en eftir stafrænum leiðum að þá á að vera hægt að gera þetta miklu betur og skatturinn hefur að mörgu leyti sýnt það og þess vegna erum við bara í þeim leiðangri. Við hjúkum líka eftir í þessari nýju atvinnustefnu sem við talaðum sko gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar. Það ekki orðum skattaval. Það sko mjög gjarnan í könnunum hjá okkar félagsmönnum efsta blaði eða svona í efstu 2 eða 3 sætunum þegar við spurjum sko hvert að vera á okkar helsta baráttumál. Það nefna fyrirtækin mjög mikið lækkun á fasteignasköttum og atvinnuhúsnæði. Það náttúrulega borginni þeirri stöðu núna að vera komin með hæsta skattin á höfuðborgarsvæðinu og skattgreiðslur fyrirtækjanna að hækka núna 71% á 6 árum. Verður ekki að gera einhverja breytingar á þessu bara til að borgin sé samkeppnisfær við nágrannasveitarfélögin? Borgin auðvitað mjög samkeppnisfær þegar kemur að atvinnulífi og hefur bæði öflugustu atvinnusvæðin og að þróa þau af hvað mestri framsýni að mínu mati.
Á yfirstandandi kjörtímabili voru fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði lækkaðir í Reykjavík í fyrsta skipti í sögunni. Í næstu 100 árin á undan þá man ég ekki eftir að þau hafi verið lækkuð en það var gert. En hækkanirnar á fasteignamaturinn eru nú líka sögulega háar sko. Það er alveg rétt, en þó verður að halda þetta til haga að það er ekkert svo langt síðan að verð atvinnuhúsnæðis náði á svipaðar slóðir og það var fyrir hrun. Þegar ykkar ágætu samtök og aðrir er að draga fram þróun á verði atvinnuhúsnæðis þá er til svona hægðarauka oft miðað við þróuna frá 2010 en þá gleymist að það var alveg gríðarlegt hrun í verðinu þannig að ef þú skoðar hvað borgin er að fá í tekjur af þessum sköttum að þá við það hækka vegna magnaukningar en ekki svo mikið vegna verðhækkana ef þú skoðar söguna alveg fram fyrir hrunið. Þannig að þetta ég áttam á því að allir eru að reka sín mál og fólk sér þetta í bókunum sínum. Við erum líka að reka borg og viljum gera það vel og þetta er einn af skattstofnunum þar. Og ég hef haft í raun meiri ágjör af því að eftir að aðstöðugjaldi sem fór út fyrir mörgum áratugum síðan að þá vantar svona kannski beina hagsmuni af skattstofni sem tengist atvinnulífinu og auðvitað fasteignaskattarnir eru slíkur skattstofn sem verður til þess að það er svona lágur þröskuldur hjá sveitarfélögum að skipuleggja atvinnulífið út og leggja bara áherslu á útsvarsgreiðendur og vera bara með svona einhæfari íbúakverfi í staðinn fyrir að hugsa fyrir atvinnulífi framtíðarinnar og reyna að laða það til sín. Myndirðu vilja aðstöðugjaldi aftur? Ég held að það hafi nú verið gallaður skattur, þetta var veltuskattur og 1,3% á veltu. Já, og ef ég kann þetta rétt, ég er nú engin sérfræðingur í sagnfræði skattamála að þá hafði það mikið með að gera hvar höfuðstöðarnar voru en ekki endilega starfsemin, þannig að ég áttam alveg á því að það var kannski ekki skynsamlegasta leiðin en til dæmis ég hef rætt mjög heilspurslaust við aðal í ferðaþjónustu að ég held til dæmis að gistináttagjald sem er kallað city tax sem er víðum heim, ég held að það myndi búa til ásamt því að við myndum færa kannski eftirliti með til dæmis Airbnb frá sýslumanni til sveitafélagana myndum búa til svolítið bandalegum að hafa þá atvinnustarfsemi alveg upp á yfirborðinu og allir vera að greiða sín gjöld og skapa þannig sanngjarnari samkeppni og það má færa rök fyrir því að hlutir eins og fjármagnstekjuskattur að það geti verið skapað hættur fyrir sveitafélagið eins og Seltjarnarnes sem eru með veikar og veikari tekjugrunn að hluta til vegna þess að kannski stærri hluti tekna þeirra sem þar búa eru fjármagnstekjur og borga þannig ekki til sveitafélagið sem þetta er fyrst og fremst til ríkisins og einhver á að vera að velta fyrir sér hluti í virðisauka, þú veist það eru flækjustig í þessu öllu en ég held að skattstofnar sveitafélag eiga að vera frekar einfaldir og skýrir en ég held að það sé ákveðnir hagsmuni atvinnulífsins að sveitafélag muni eftir því. Ég meina Reykjavík, ef þú horfir á höfuðborgarsvæðið, Reykjavík er sko lang stærsti í raun vettvangur fyrirtækja á svæðinu. Fólk sefur mikið í útjaðrinum, býr þar og keyrir svo inn á morgnana, það skýrir umferðina og keyrir svo tilbaka og það er hluti af styrk borgarinnar, alveg klárlega en ég held að við erum að hugsa sko, samgöngundur og skipulagsmálin þá væri gott að dreifa þessu svolítið jafnar. En þyrfti ekki skattgreiðslurnar að vera einhvern veginn tengdari sko, afkomu fyrirtækjana? Þú átt kannski 100 milljóna, lítið fyrirtæki með 100 milljóna eign, þú borgar 1,6 miljón í skatta af þeirri eign. Það er kannski ekkert að gerast í rekstrinu sem að hjálpa að standa undir þeirri skattbyrði. Nei, og sko þessar kannski hlutu til umdeildu breytingar á hvernig
fasteigna skattarnir eru metnir svona ákveðin tilraun eins og ég skilða til þess að fara inn í þetta að sko það sé ekki fermetrarnir sem eru fyrst og fremst taldir heldur hvað tekjur skapast á þessum fermetrum sem þá mismunandi eftir svæðum og svo framvegis og þar þá verið að reyna að stilla fasteignaskattan af miða við sko tekjusköpunina sem á viðkomandi fermetrum. Í COVID vorum við með bara auðar eignir á svæðum með háum fasteignamatstöðu sem skiluðu engum tekjum. Akkurat og þetta segir okkur sem betur fyrir COVID svolítið undantekning en ég ekki viss að það sé skynsamlegt að leggja langtíma línur sko skattkerfið eða nokkurn annan hlut út frá nákvæmlega stöðunni í COVID. Hvort heldur það opnatími veitingastaða eða skattaumhverfi. Ég held að við vonum öll að þetta hafi verið 2 ár sem voru algjör undantekning. Förum aðeins inn í skipulagsmálum. Þið viljið klára borgarlínuna og gera það vel, segir Samfylkingin í sinni stefnu. Nú held ég að geri sko fáar athugasemdir við að það séu góðar almenningssamgöngur og góðir innviðir fyrir til dæmis gangandi og hjólandi. En það eru margir sem upplifa það þannig að borgin sé beinlínis að reyna að þrengja annarri umferð til að sko ýta fólki í aðra samgöngumáta. Það eru þrengingar á götum og lækkun á hamarshraða, ekki verið að nota möguleikana á kannski stýringu á umferðarljósum. Og í atvinnulífinu eru margir þeirri skoðan að þessari vegferð þá gleymist hagsmunir fyrirtækjanna sem eru náttúrulega að umferðin sem greiðust bara út af sko flutningum á aðföngum og vörum og annað slíkt. Þær fara ekki með strætó eða hjóli getur verið að atvinnulífið sé að gleymast þarna. Þetta sé svona á skjönu það sem að segja í nýju atvinnustefnunum að innviðirnir séu í takti þarfir atvinnulífsins. Ég held að við séum þvert á móti að leggja þessar áherslur út af því að greiningarnar, sérstaklega samgöngugreiningarnar sýna að ef að við gerum ekki almenningssamgöngur framúrskarandi og aðlaðandi fyrir stóran og miklu stærri hóp fólks að þá mun umferðin halda áfram að þéttast á sérstaklega stofnbrautunum og umferðin að þéttast núna á stofnbrautunum vegna þess að bílum hefur fjölgað og okkur hefur fjölgað, bara íbúum á svæðinu hefur fjölgað og við höfum verið að bjóða upp á búsetukosti á höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk telur á mörguleyti bara réttilega að heimilið þurfa kannski að hafa 2 og 3 bíla og ef við 2 og 3 heimilismennir að fara á sinkorum bílnum á leið til vinnuna. Það gerir að þegar við horfum til 2040 og sjáum með við 2015 að okkur er að fjölga 70.000 manns að við stillum bara upp í mótinu býtunum við ef við höldum áfram á sömu braut og fjölgum alltaf bílum fyrir hverja 5 manna fjölskyldu í takt við þetta að þá mun þrengja að fyrirtækjabílunum og flutningunum og ferðalögunum til og frá vinnu. Hvers vegna þess að bílum er að fjölga á þessum götum sem geta ekki mætt því og það er búið að skoða það ef við myndum setja 300 milljarða í mislæg gatnamót hér og þar staðan verður bara verri og verri og verri eftir því sem okkur fjölgar og bílunum fjölgar. Þannig að púsli sem hefur vantað inn í framtíðarsýn og innviðafjárfestingu eru afkastameiri almenningssamgöngur sem eru svo góðar að þær vera aðlaðandi fyrir stóran hóp og umferðarverkfræðin á núna tæki til þess að meta það hvað þarf til og það sem þarf til er að almenningssamgöngur fái forgang í umferðinni. Í fæstum tilvikum þýðir það að einhverju sé fórnað fyrir aðra en það getur samt komið upp á einstaka gatnamótum eða eitthvað svona og þá þarf að meta það en punkturinn er sá að horfa með hryllingi til sko plansins Suðurlandsbrautina, hún verður bara ein akrein í hvora átt. Já, en greiningarnar sýna engar síður að umferðin verður librari á Suðurlandsbrautinni eftir breytingarnar heldur en ef við myndum ekki gera þetta. Og það er nefnilega ekki alltaf allt sem sýnist og það sem maður er vanur að hugsa ef við veitum almenningssamgöngum umferð er þó ekki einhver að tapa. Sko, venjulega umferðin og atvinnu umferðin myndi tapa mest ef við myndum ekki gera þetta. Ef við myndum bara halda áfram eins og við höfum alltaf gert, bæta við úthverfum í útjaðrinum. Segjum að við byggjum bara Keldnalandið og Blikastaðalandið og jafnvel Geldingarnesi líka án þess að fara í borgarlínu.
þá myndi umferð frá öllum þessum nýju hverfum bætast inn á Miklubraut á morgnana og seinnipartinn og miðandaginn. Og hvað myndi það þýða fyrir morgunumferðina, síðdegisumferðina og atvinnuumferðina? Hún myndi náttúrulega ekki hreyfast neitt. Umferðin þarna myndi þéttast, þannig að lykillinn að þú vilt byggja á Keldum sem við viljum gera, en við viljum bara ekki gera það fyrir að það komin borgarlínu tenging inn á svæðið til þess að þjónusta íbúana þar, þannig að það bætist ekki eins og hefur gert í gegnum áratugina einkabílaumferð inn á þegar sprungnar stofnaðar. Þannig að eins þversögnakennt og það kannski hljómar að þá mitt plan miklu betra fyrir framtíð einkabílsins í borginni heldur en þeirra sem að þykjast tala í nafni hans. Mitt plan er líka miklu betra fyrir þungaflutninga og flutninga fyrirtækjabíla heldur en þeirra sem að þykjast stundum tala í nafni þess. Og munurinn er sá að það plan sem að við erum að tala fyrir, það styðst við bestu greiningar sem að við höfum og það er ekki bara einhverja einkagreiningar mínar. Þetta eru plögg sem að ég settist niður með sjálfstæðismönnum í öllum nágrannasveitarfélögunum og vegagerðinni og ríkisstjórninni og þetta tók tíma, þetta tók mörg ár, en ástæðan fyrir því að þau deila þessari framtíðarsýn og þessu framtíðarplani er ekki það að ég sé brjálæðislega samfærandi, þó að það geti kannski skipt máli, heldur að greiningarnir sýna að þetta eru almannahagsmunina fyrir allar tegundir umferðar. Þetta mun taka á, sérstaklega á framkvæmdatímanum, en við fáum betra samfélag, grænna, þjóna loftslagsmarkmiðunum líka, skemmtilegri borg sem að skipti máli, en þetta er líka betra fyrir þá sem alltaf halda áfram að keyra. Sko, það er alltaf fólki sem verður alveg blátt í framann þegar talað borgarlínuna. Já. Og hefur þessi röksemdafærsla bara, þessi gögn ekki komist til skila til hluta borgarbúa? Ég held að sko borgarpólitíkin hafi svolítið klikkað þarna. Nágrannasveitarfélögunum tókst að fara í gegnum þetta meira byggt á þessum gögnum og komist að þessu niðurstöðu með svona ákveðnum undantekningum og einstaka fulltrúum, en upp til hópa samþykktu sveitarfélögin þar nánast einróma, kannski miðflokkurinn sem að hoppaði á vagninum samgöngusáttmála fyrir höfuðborgarsvæðið sem bara framtíðarsýn og framkvæmdaplan. Í borginni hefur verið tilhneiging til að pólarisera pólitíkina, sjálfstæðisflokkurinn klofnar og það sem ég hef stundum í grín og alvöru kallað miðflokksarm sjálfstæðisflokksins, hann lagðist gegn þessu eins og hann hefur lagst gegn aðalskipulagi borgarinnar og svona einhverju grænni framtíðarsýn. Og ég hef sagt sko að þetta sé fyrst og fremst vandamál sjálfstæðisflokksins í borginni, en því miður þá smitar oft svona einn pólitíska orðræða samfélagi, þannig að fólk skiptir svolítið í fylkingar varðandi þetta, ekki kannski út frá greiningunum. Ég ætlast ekki til þess að allir lesa allar þessar skýrslur, en þær eru sannlega til og þær tala sínum máli og ég hélt reyndar að sko það að Hildur Björnsdóttir inni prókjöri á Sjálfstæðisflokknum myndi þýða meiri breytingar á þeirra málflutningi og stefnu, en þau eru alveg jafn klofin og þurfa bara að finna út úr sínum málum, held ég, fá einhvern sáttamiðlara en það er ekki umræðan hér. Nei, sumum finnst líka að borgin sko grípjum of kannski inn í bara samkeppni á markaði með skipulagsákvörðunum. Gott dæmi kannski beiðni Bónus að fá að byggja búð við hliðina á Bauhaus við Vesturlandsveginn, sem hefði náttúrulega legið vel við samgöngum og ábyggilega margir komið við á sínum ferðum. Eða sérstaklega sko aftur á leiðinni heim úr vinnu í vesturpartinum og á leiðinni í efri hverfin sko. Er þetta ekki sko einhver ofstýring af hálfu borgaryfirvalda? Sko atvinnuhúsnæði er býsna almenn skilgreining í skipulagi og þó nokkuð mikið sveigjanlegt sko. Ég var ekkert að spurði mjög hvasst út í þetta bónusdekur borgarinnar og það fylgdi spurningunni hvað borgin hefði úthlutað bónus mörgum lóðum. Við lét fletta því upp og það var 0. Bónus hefur sem bara komið sér fyrir í atvinnuhúsnæði sem hefur verið keypt á markaði af einkaaðilum alla borg.
Þessi hugmynd var að nota bílastæði við Bauhaus og hérna sem svona lykilverslun fyrir þá nýja hverfi í Úlfarsadal og Grafarholt að einhverju leyti. Við höfum gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði og verslunarhúsnæði inn í hverfinu þar sem það væri að okkar mati aðgengilegra og vildum þessum ekki hleypa þessu af stað af því að það er bara á degi eitt grafið undan hugmyndum að setja upp hverfistengda verslun inn í hverfinu og þarna auðvitað getur alveg brakað í en við þekkjum alveg dæmi eins og bara á Grafarholtinu þar sem verslun kom sér fyrir hérna í útjaðri hverfisins og hverfismiðjan náði sér aldrei á strik fyrir vikið keyra allir í búðina og hérna finna mjög fyrir því og að því að umferðarkerfið þar nálægt gamla Nóatúni sem núna er Krónan einhvern veginn ræður ekki alveg við það vegna þess að þetta var ekki hugsað sem verslunarsvæði það átti að vera í miðju hverfinu þar sem að hverfisbor ætti auðveldara með að nálgast þetta og stundum erum við þá að reyna að hugsa í áratugum oft tekst það, stundum bara ekki ég meina samfélagsþróunin hefur að mörgu leyti verið þannig að fólk keyrir í búðina og hverfiskjarnanir bara mega muna sinn fífilfegri og ég meina í mínu gamla hverfi Árbæ eru 3 gamli hverfiskjarnar sem að allir hafa nánast eiginlega bara eru bara mjög dabrim yfir það sem var við höfum verið að reyna að hvetja einkaaðila til að byggja íbúðir að efri hæð og eitthvað svona í döndrödd og það við tekist í einhvern tilvikum í Árbænum í Breiðholtinu tókst það ekki þannig að við enduðum á að kaupa þá og erum núna að endurskipuleggja það og viljum stuðla andlitslyftingu þannig að við viljum gjarnan hafa þessa gömlu hverfiskjarna við höfum tilhneigingu til þess að keyra í búðina og þannig að við erum kannski ákveðnu svona krossgötum varandi þetta og hérna og Bauhaus búðin féll svolítið á þessu hverfisprófi hjá okkur við vonumst til þess að komi núna hérna hverfisbúð í Rökkvatjörn en á sama tíma viljum við þetta hérna lágvöruverslanir við viljum samkeppni í verslun þannig að þetta er svolítið fínn balans ég skal alveg viðurkenna það. Sko, eitt af stóru málunum fyrir þessar kosningar er náttúrulega húsnæðismálinu, hvernig að lækka húsnæðiskostnað. Fyrir kosningarnar, þingkosningarnar í fyrra haust þá satt flokksystin Kristrún Frostadóttir hér þetta borð og sagði að húsnæðisverðið væri mjög stórt hagsmunamál fyrirtækjanna því að ef það hækkar svona skart þá ýtir það á verðbólgu og launakröfur og annað slíkt. Þú hefur talað mikið um að það hafi sjaldan verið jafn mikið byggt í Reykjavík en það virðist ekki duga til. Þannig að verðið heldur áfram að hækka, það er mjög mikil þrýstingur á þessum markaði. Hvert er planið hjá Samfylkingunni til að vinda ofan af þessu og lækka húsnæðiskostnað fólks? Já, það má eiginlega segja að þessar sviptingar á húsnæðismarkaði séu mjög umhugsunarverðar bara fyrir okkur, bara fyrir alla sem er að reyna að gera einhverja áætlanir, hvort sem það er í fyrirtækjarekstri eða öðru. Við förum eiginlega úr umræðu og viðvörunum Seðlabankans 2019 offramboð. Sérstaklega með vísan til þess sem verður að koma inn á húsnæðismarkaðinn í Reykjavík í þennan skort, það bara kláraðist allt úr hillunum. Við sjáum þetta reyndar á öðrum eignamörkuðum líka eins og bara sumarbústaðir, jafnvel listaverk og hlutabréfaverð að þetta hleypur upp þannig að þetta tengist aðgangu að lánsfé og vöxtum að stórum hluta þau stýritæki til að tempra þetta komu seint til sögunar og virðast ekki bíta að öllu leyti meðal annars vegna þess að sko byggingariðnaðurinn er lengi að svara eftirspurn. 2019 voru stóru verktakar sem átti erfitt með að fá framkvæmdalán. Núna eru þau í boði en þá vantar stundum tæki og mannskap til að fara í öll verkefnin sem er í boði. Við erum í stórum innviðafjárfestingum á sama tíma þannig að ég hef lengi talað fyrir því að við þurfum að fá meira jafnvægi. Það kemur með betri gögnum og betri miðlun þeirra. Það kemur með því að allir svona svolítið axla sín skinn að aðilar, þú veist, það er ekkert eðlilegt að þetta sveiflist svona einhvern veginn öfgan á milli líka, þú veist,
Það alla greiningardeildina sammála að það sé offramboð á einum tímapunkti og skortur á öðrum tímapunkti en svo veruleikin kannski bara eitthvað allt annar í raun og veru og þannig að ég hef sagt við náðum saman húsnæðissáttmála meðal annars byggt á mjög vöndum greiningum þar sem við hugsuðum til langs tíma og skýrri framtíðarsýn. Eigum ekki að stefna því að vera með húsnæðissáttmála. Þetta sjáum við til dæmis það var samgöngusáttmáli og þú vilt setja í húsnæðismálunum. Já, ég skoðaði greining á því hvernig húsnæðismörkuðum Norðurlanda hefði reitt af í COVID af því að það var svona vaxtalækkunar staða allstaðar, ekki bara hér. Ekki eins miklar öfgar, kannski típist og hér meðan við svona eitthvað venjulegt vaxtastig en það var áberandi að það var mest jafnvægi í Finnlandi. Það það land sem með í raun það sem við getum kallað húsnæðissáttmála. Þá ertu með langtíma áætlanir hvað byggist og hvar það byggist, hvaða innviðir farið í á sama tíma í samgönguinnviðum og það eru til dæmis á Helsingisvæðinu 17 sveitarfélög sem koma að því að skrifa upp á þann samning sem við ríkið og Helsingi eru auðvitað mjög stór þarna inni. Þá líka lagt mat á það hversu stór hluti af uppbyggingunni þarf að vera félagslegur fyrir þann hluta sem á erfitt með að fóta sig á húsnæðismarkaði og hver eru tegundir íbúðar sem þarf inn á markaðinn, hvaða land eiga sveitarfélögin til þess að koma inn í þetta og hvernig gengur það upp og það staðsetningar miðað við innviði í samgöngumálunum og svo bara labba Finnarnir sig í gegnum þetta af hægðinni. Það ótrúlega kúnstugt að fylgjast með borgarstjóra Helsingi þegar þeir voru reyndar að skipta en fyrri borgarstjórinn sem var mjög vinsæll í Finnlandi það var sama á hvaða alþjóðlega fundum það var, sama hver spurningin var, hvort sem var loftslagsmál, húsnæðismál, efnahagsmál, atvinnumál, menntun, hann var alltaf með sama svarið. We have to plan and then we have to plan and then we have to plan. Við veist bara að hafa áætlanir, vita hvað maður að gera, byggja það á bestu upplýsingum og greiningum og svo fylgja þeim eftir. Og þetta hljómar kannski ekki sem einhver svona flugeldastjórnmál en við hljótum að vera hugsi yfir því að sveiflast úr offramboði í skort og einhvern veginn flytja út tæki til húsbygginga og flytja inn af sama krafti, sama með vinnuafli. Við eigum ekki mannskap, flytjum mjög mikið inn og svo sendum við mannskapinn út. Svona eitthvað betra langtíma jafnvægi held ég að séu almannahagsmunir og hagsmunir allra, ekki síst fyrirtækjanna sem eru að slást í þessu og ég hef svona stuttum máli reynt að orða þetta sem húsnæðissáttmála. Sem bara svona konsept sem næðir utan alla þessa þræði. Ég hef ekki hitt marga sveitarstjórnarmenn sem að telja að síðustu kjarasamningar sveitarfélagana hafi verið vel heppnaðir. Flestir eru þeirra skoðanar að þeir hafi reynst allt of dýrir, miklu dýrari heldur en samningar á almenna vinnumarkaðum. Fyrst og fremst vegna miklu svona örlátari styttingu á vinnuvikunni. Ert þú þeirra skoðanar að þetta hafi verið góðir samningar og að borgin og aðrar opinberar aðilar eigi að vera svona leiðandi í kjaraþróun á vinnumarkaðnum? Ég held að þetta hafi verið mörguleiti góðir samningar en það er mínum huga alls ekki þannig að línunar í þessu samningum hafi verið lagðir af sveitarfélagunum eða yfir höfuð við samningaborð sveitarfélaga. Línurnar voru þvert á móti lagðir í lífskjarasamningunum og þar var ákveðin svo megin lína að lægstu launin í samfélaginu myndi hækka mest. Svo vill bara þannig til, kannski því miður að segja má, að eitt stærsti vinnuveitandi lægst launaða fólksins í samfélaginu eru sveitarfélögin. Og það er þess vegna sem að sveitarfélagasamningarnir voru með háum prósentuhækkunum vegna þess að línan úr lífskjarasamningunum sem fellur vel að minni launapólitík að hækka lægstu launin þannig að fólk á lægstu launinu getur lifað af birtist svona sterkt í hagtölunum
Þannig að það var hvorki þannig að sveitarfélögin hafi samið á undan öðrum eða úr takti við aðra, heldur hafðu sveitarfélagasamningarnir eða lífskjarasamningarnir þessi beinu áhrif inn í sveitarfélögum. Þetta var svona stóra myndin. Sko, vinnutímastyttingin er augljóslega mun ríflegri heldur en almenna markanum og er að búa til sko, þá bara mönnunargat sem að þetta kostar að fylla. Já, og það er alveg rétt og borgin fór svolítið á undan með tilraunaverkefni varðandi styttingu vinnuvikunar. Það voru 2000 starfsmenn sem voru inn í því, en þar vorum við að spreyta okkur í því verkefni að stytta vinnudaginn án launaskerðingar en líka án meiri launakostnaðar. Það hins vegar virkar ekki þegar kemur á vaktavinnunni. Og ég held að allir hafi verið með opin augun gagnvart því, að minnstakosti svona í orði kveðnu. Vaktavinnufólk er í ákveðnum hlutum af starfsemi sveitarfélaga og við höfum fundið verulega fyrir því að það hefur kostað meiri mönnun og að hluta til er bara erfitt að manna sumt af því. En sko stóru verkefni þar eru kannski inn í heilbrigðisþjónustunni sem að ríkið leiddi svolítið kjaraviðræður varðandi styttingu vinnuvikunar og hjúkrunarfræðingar kannski svona launþegamegin vegna þess að hvað stór hluti vaktavinnufólks var ríkismegin. En þetta er auðvitað einhver samfélagsbreyting sem er kannski ekkert óvænt eða óeðlilegt að taka þess í. Á móti kemur að við erum að horfa upp á það allavega í rekstri sveitarfélags eins og Reykjavíkurborgar og sveitarfélag almennt líka hjá ríkinu að ég líka hjá fyrirtækjum að sko svo kostnaður sem fellur til út af skammtíma og langtíma veikindum hann er alltaf að aukast og það er eitthvað sem þarf að ávarpa og við höfum ýmis gögn sem benda til þess að stytting vinnuvikana getur verið hluti af því að mæta því og þess vegna held ég að það sé verkefni sem við þurfum að taka á bæði af heilendum og svona ákveðinni svona seiglu að gefast ekki upp fyrir því að við getum ekki bara setið og hort á það að bara mjög stór hluti af starfsfólkinu sé í veikindum og jafnvel langtíma veikindum sem getur flokkast einhverjum hluta umtalsverðum hluta jafnvel segja sumir sem álagstengt veikindi. Þannig að við lækkum það á móti, fáum betra líf, þá held ég að við séum að gera eitthvað sem skiptir máli. Nú tíminn náttúrulega hlaupið frá okkur, þannig að það er bara ein lokaspurning. Hvers vegna ættu þeir sem að reka fyrirtæki eða vilja stofna fyrirtæki í Reykjavík að kjósa Samfylkinguna í stuttu máli? Ég geri ekki tilkall til þess að fólk sé sammála öllum ákvörðunum sem ég hef tekið eða jafnvel ekki öllu sem ég stend fyrir en ég held að sveitarstjórnarkosningar snúi mjög mikið það hvort að Reykjavík sé á réttri leið í stóru myndinni, hvort að svo framtíðarsýn á áhugavert, kraftmikið samfélag sem er fjölbreytt líka í atvinnulífi sé eitthvað sem að fólk trúa á og ég held að fólk viti svolítið hvað það fær ef það kýs mig og ég held að þurfi svolítið seiglu og stefnufestu til að klára þessi stóru verkefni, borgarlínu, spennandi atvinnusvæði, hvort sem er í Vatnsmýri, Gufunesi, Hólmsheiði og svo framvegis og þannig að ég held að við fáum áhugaverðari og skemmtilegri borg sem er þá eftirsóttari og þar með betri til þess að reka alls konar fyrirtæki og þjónustu. Þetta eru mestu uppbyggingarár í sögunni og ef að þessi stefna verður ofan á þá heldur svo uppbygging áfram og styrkist en ef eitthvað annað verður fyrir valinu og fólk ætlar að fara að skipta kúrs þá verður stóra stopp. Það verður stóra stopp í húsnæðismálum, það verður stóra stopp í samgönguinnviðum, það
það verður stóra stopp í þróun þessar atvinnusvæða vegna þess að í skipulagsmálum og þróun borga þá hangir þetta allt saman. Þannig að þess vegna vonast ég til þess að fá umboð allra, ekki síst þeirra sem reka fyrirtæki í Reykjavík. Dagur B. Eggertsson, takk fyrir komuna í Kaffikrókinn. Takk sömuleiðis.